Góða kvöldið. Eru allir komnir. Hjá mér hann Georg hérna, TF2LL. Hann ólíkinda tól. Þú vissir það var það ekki. Ekki fyrir að þú sagði mér. Þegar ég fór að ópera sjálfur og var með stóru loftnet og kall sko, þá var Georg í loftinu, hann var alltaf með betra merk en ég. Og ég veit ekki ennþá alveg hvers vegna. Ég held hann hafi haft eitthvað lagað þessu sem ég hafði ekki. Þú varst amatör 2006. Já. Það svo sem ekki langur tími, það 20 ár. Þannig þá byrjaði sko, 10 ára eða ekki? Það bil. Hann búinn að fara allar jarðir og gert meira heldur en flestir okkar hinna og hann var svo huggulegur að taka að sér að halda erindi kvöldsins ævintýri sín mest út á sjó var það ekki? Jú. Mest út á sjó. Nú við gefum honum orðið, hann hefur 45 mínútur og ef eru spurningar þá ágætt að fá það svona í restina. Gjörðu svo vel, Georg. Góða kvöldið, drengir. Þetta var þannig að ég átti samtali við Andrés í desember einhvern tímann. Við vorum að ræða þessi stjörnu norðurljós, kórónugos og allan að pakka. Ég hafði orðið við hann að ég hefði eins og orðið vitni af því að það var allt blackout hjá okkur norður í Barentshafi í annan sólarhring. Allir lagði með það og svo hringdi hann í mig 2 dögum seinna. Hann sagði, þú ert sérfræðingur í norðurljósum, nú heldur þú fyrirlestur. Ég sagði bara já. Þetta veit ég ekkert norðurljós. En ég var svo heppinn að Andrés hafði sjálfur skrifað grein í CQTF 1986, þannig að ég gæti bara copy-pasta það. En það reyndar ekki alveg þannig. Ég ætla að byrja aðeins hérna á gömlu skipunum hérna. Hérna, einhverjir gamli loftskeytamenn hérna á svæðinu. Það er svona leið ykkur í gegn sko hvað þeir voru að gera þessi kallar. Hérna Selfoss, smíða 58, ég fór á þetta skip 1977 og tók þessa mynd sjálfur. Og starf loftskeytamannanna fóst meðal annars því að hafa samskipti við land, senda veðurskeyti, taka móti veðurskeytum, teikna veður og ískort, taka móti fréttum á landi og svo sjá gömlu dýftamælana og ratsjár og neyðarlýsingu og annað slíkt. Og fréttur á landi voru þannig að þeir tóku á móti þessu mossi, prentuðu þetta út með ritvél, sumir handskrifuðu og hreinrituðu með ritvél. Og svo var þetta hengt hingað og hangað skipið upp í brú og niður í vél og í messana og gangana og hingað og hangað svo að menn gætu séð fréttir að heiman. Þegar ég hérna var loftskeytamaður sem hét Pétur Golstein. Kom með mömmu sinni til landsins, var í gyðingaættum og hann var bjargað úr útrýmingabúðunum. Og þegar áraði illa, þá talaði hann sólgos og hann næðist ekkert og heyriðist ekkert. Skipstjórinn var svolítið svona leiðilegu við hann stundum, margir. Og hafði mikið yndaði að argast í kallinu með að væri sólgos. Þetta gengi nú ekki, þannig að ég umgaði mig yfir kallinn og í nokkuð skrifti þá skrifaði ég bara fréttirnar fyrir hann og hengdi svo upp. Og þá var það eitthvað sem ég tók bara úr. Það hafði skeið einhver tíma úr gömlum fréttum og það tók enginn eftir því. Og þeir höfðu að mér segja þannig niður í vél að þegar kallið hringdi og vildi fá sjávarhitann, það þurfti alltaf að senda veðurfréttir og sjávarhita og saman. Þá var það alveg skilyrt að kallið fengi þetta á Fahrenheit. Og þegar maður heyrði í útvarpinu veðurskeyti frá Selfoss, sjávarhita vantar. Og það var ekki fyrir en að ég fór upp og lét hann hafa töflu þannig að hann gat breytt þessu sjálfur í Celsius eftir það fór að koma sjávarhita tölur í veðurskeytum frá Selfossi. En svona var hann var lagður í einelti kallgreið og það voru lítið fantar við hann stundum. Átti hann ekki systurskip, Brúafoss eða? Jú, Brúafoss smíðað 1960. Sko,
Þó ótrúlegt með virðast að þó ég hafi verið með myndavél og tekið einhverja 100 mynda, að þá á ég engar myndir úr loftskeytakleifanum og þvísuðinir í vél sem er alveg með ólíkindum, sko. En svo myndir á öllu mögulegu öðru, sko. Og Gylfi Geirsson sagði mér það að það hefði verið svona Debek-stöð í Selfossi, en þetta er úr Narvanum 1960, þannig að mjög líklega er þetta mjög svipuð uppsetning, sko. Þið sjáu hérna hvernig þetta hefur verið og svo einhver græjur hér og svo voru skiptar upp í lofti og allt saman, sko. Þetta hefur verið Pettersson? Nei, ekki Selfossi. Og þetta Þýsk? Debek er þýskt og það hérna það er fyrirtæki sem að þetta Deutsche Betriebsratlös Telegraf og eitthvað að hérna stofnaði Berlín 1911, seinna flutt til Hamborgar og þeir þjálfuðu upp loftskeytamenn fyrir þýska herinn árum saman og þeir sönguðu bara að sér alls konar græjum frá mörgum framleiðendum eins og hérna ETT, Dancom, Sailor, Scandio og fleira en í stríðinu já, Telfunke, Siemens, Drake og Eddystone sem var brest. En í stríðinu þá voru þeir að nota mestmegnis bara hérna Telfunken og þetta Lawrence. En þeir hérna, það er ekkert langt síðan ég sá uppsetta græjur ennþá merktar Debek, sko. Þið sem eldri eru muni kannski eftir þessu sveitarstjórnarkosningum 78 þegar að íhaldi féll í Reykjavík, mikill kvinnur. Það var mikill hiti þarna um borð í skipinu og mikil pólitísk umræða og þá voru Sólgossi og Aumingi Pétri og hann heyrði ekki neitt. Það voru hátalar út um allt, sko, að stilla niður í messana. Þá var ég með þessa græju með mér og vír upp og það heyrðist fínt í þessu en ekki tækjanum uppi. Á sömu loftinu? Nei, allt önnur loftnet. Og það sem ég veit í raun og veru ekki, sko, hvort að bara næmnin í þessu tæki sem er einhverjum áratugum yngra heldur en var í þessum gömlu tækjum sem voru uppi, hvort að næmnin var bara betri í svona þessum Kenwood móttakara, sko. Þannig að ég var að taka móttakaran, fara með hann upp í Reyksal sem var svona salur uppi, henda vír út úr gluggann og þá gattu kallarnir setið þar og hlusta á kosningútvarpið. Aumingi Pétri til mikilla armaði og skipstjórinn hafði ennþá meiri þörf til þess að pína kallinn. En svona var þetta nú. Hérna er aftur Pettersen græjur og ég fekk þetta sent. Og hérna, þetta var dönsk smíði. Svo gróf ég upp að þessi Pettersen hafa amatör með þetta kallmerki hérna, Óskar Zulu 1 MP. Og hann stofnaði þetta fyrirtæki og einhver Otto Skóman með hann, svo féll hann nú frá. Og þeir smíðu alls konar tæki, útvörp og hann framleiddi lampa. Og svo hérna var náttúrulega engaleyfi á öllu svona radiodótum í Danmörku, svona eins og við þekkjum hérna heimann frá í gamla daga. Þannig að þeir settu upp verksmiðju og kölluðu þetta sígarettuverksmiðjuna til þess að fela þetta fyrir stjórnvöldum. En lampaframleiðslan hún datt nú niður því að það var orðið ódýrara að fá það annars staðar. Óhentir. Það er virkilega gaman að googla þennan Pettersen og sjá hvað þeir voru að brasa við. Ég skora á menn að kíkja það svona að ganni. Og svo alltaf þegar maður hittir svona gamla eldri loftskeytamenn þá svona, já, Pettersen, þetta voru lang bestu græjurnar, sko. Og ég man eftir ég fór á Goðafoss eftir þetta, því ég kom út úr skólanum, að þá var svona kúla inn í sendinum, fullt af vírum utanum og önnur þar innan í. Og þetta var vafið utan á eitthvað spýtnadrasl. Og svo var tjúnað og þá snerist ytri kúlan og innri kúlan innan í. Og eitthvað var orðið lúi hjá kallinum og datt í sundur og hjálpaði að gera við þetta. Og hérna, svo var ég svo ljónheppinn að
Dóttir mín var að vinna á veitingastað þar sem að barnabarn Óla gamla rak og það er eitthvað að vera að kunga sér saman og ég kom þarna og ég fekk frítt að éta hjá hann í nokkur ára eftir fyrir að hafa hjálpað afinnar að gera þetta skrapatólarnum borð. Þessi er í Fjallfossi frá 72. Það sem ég ætla að benda ykkur á eru hérna, það var náttúrulega klukkan hérna, en hvernig leiðararnir kom upp úr sendunum. Það voru bara koparur, eirur, í svona postulís einangrar sko. Það sést ekki nógu vel hérna, en það voru hérna eldingavarar, svona kúlur til jarðar og svo svona hnífar skiptar á milli loftneta, milli víra og til jarðar og allt mögulegt sko. Og svo miljón sveifar til þess að tjúna þetta út á hverju tíðinni fyrir sig. Það var mikið afl í gangi þetta. Þetta var kílóvatt, minni mig í öllum þessum stöðum. En við vorum með á togaranum Sigli vorum við með 1,5. Hann er talsveit yngri sko. Þessa fékk ég senda á hann og Jóni Tryggva. Þetta er úr togaranum hérna Kaldbak, það er Spánatógarunum. Og þá sjáu þið hérna komið svona seilur græði hérna upp á vegg. Og þessi tæki voru mjög algengum bátum og skipum, menn hafa eflaust séð þetta. Einhver var nú auglýsa svona til sölu hérna í vetur á. Það dugði vel. Ha, Það dugði vel. og hérna, en þú gast fengja þér og það voru merktar debekk og allt saman merkt debekk þó þetta væri seilur. Sem er einhver arfleið að þessu gamla Petersen fyrirtæki sko. En þið sjáu að þetta er hellingur að græjum í hérna í svona togar og sketta klefa sko. Og þeir hafðu náttúrulega með þau verkum að það átti að vera afgreiða samtöl í land og senda skeyti útgerðin og annað slíkt, afgreiða símtöl og sjáum alla þessa gömlu dýftamæla sem voru pappírsmælar. Og hérna, það var svolítið viðhald á þeim sko, komið í þetta lóu og drasl og það sem að var að brenna pappírinn, þetta slitnaði upp og reymdrifið og þeir sáum þetta loftskeytakallarnir sko, eða skeytastrákarnir sko. Þetta er mjög svipuð uppsetning eins og var í Engjænni, ég var þar í talsveit langan tíma yfirverkstjóri. Þá bjó Jón skeytastrákur bara í klefanum og svona bjuggu þessi kallar. Þeir bjuggu náttúrulega bara í loftskeytaklefanum sko. Ég var á Lagarfossi og þar var loftskeytamaður með 2 herbyggi, annað var radioherbyggi og hitt var Já, eitt fyrir innan. gáta hans. En þeir sjáu hérna er bara gardína dregin fyrir. En þó þeir væru með sér herbyggi þá voru þeir alltaf með 21,82 við eyrað sko. Já, já. Og hérna sjást líka hérna svolítið hvernig þessi leiðarar eru upp hérna í loftin og úttökin. Eftir að Titanic sökk, þá voru settar reglur, alþjóðar reglur 24 tíma hlustun borðið skipunum og strandastöðunum. Og útbúnir þessi litir hérna. Ég tók nú þessa klukku af því að hún var tregt og líka með stillingu hérna til þess að hægja og hérna flýtinni. Þetta eru þagnatímarnir, þessi flestar eru með grænu hérna sko. Þetta eru þagnatímar og sem sagt bláa svæðið, þá áttur að vera með morsendingar. Það mátti ekkert fara fram á þessu nema neyðarsendingar eða eitthvað slíkt. Og sama á rauða svæðinu, það var fyrir talið sko. Og radiotelexi var líka hérna inn á þessu svæði hérna sko. En það var ekki mikið það í skipum og hérna. Svo var eins og var á þessu skipum, Goðafossi og var hjá okkur borðið Sigli líka. Það var móðuklukka upp í brú, reyndar ekki tengt þessari neitt. Ef það var að fara á milli tímabelta þá nægði kallana bara stilla eina klukku og það færuðust alla klukkur í skipinu, eldhúsinu, vélarúminu og messónum og út allt sko.
Ég held ég fari rétt með það að Bergþór frændi minn hafi verið síðasti menntaði starfandi loftskeytamaðurinn á strandstöðunum og hjá gæslunni síðustu árin. Þannig að þeir hurfu allir út þarna bara á nokkrum árum og hurfu náttúrulega til annarra starfa hingað og þangað. Og þegar að strandstöðunum voru lagðar niður og þeir fóru í land, þá kom einhverju gerfinætta græjur og drasl í staðinn sko. Og svo breytist tæknin þannig að það voru ekki neinni pappírsmælar og allt þetta digital og tölvudótari og þeir höfðu bara ekki hreinlega getu eða kunnáttu til þess að sinna þeim, reyndar ekki allir. Þeir voru mismunandi náttúrulega tækni þekkjandi og uppfæriðu sig sumir en ekki allir. Hérna þetta GMDDS dæmi, hvað hétt það nú? Global Maritime Distress and Safety System. Þetta er þannig að það er það íta bara eitt takka á græjunni, þá sendir hún út sem neyðarkall, staðsetningu og allan pakkan á öllum hugsalegum bylgjum og gerfinöttum og VSF-un og HF-un og allstaðar sko. Og hérna er úr gamlum togara. Hérna er GMDDS drasli komið hérna upp í brú við hliðin á stjórnpúltunum fyrir spilin. Og þessi er svona aðeins skárri hérna, þetta er svona Sailor uppsetning eða eitthvað svoleiðis. Og hérna, þetta er svona dílús útgáfan af þessum. Og hérna, og flestar þessar stöðvar voru 200 og upp í 400 vött þessar öflu eins og skamtistöðvarnar. Það var mikið ICOM stöðvar, ICOM, ég man ekki hvað þetta, 710 eða eitthvað svoleiðis. Og þær eru 200 vött. Það er líka hægt að nota þær í þetta prógrammera fyrir amatörböndin. Og það er eitt takki með svona plasthuldur yfir og ítir og hann og þá var það tengt inn á allar græjurnar, gerfinetta græjurnar og allt saman til þess að senda. Og sjálfvirki prentarar og það sést nú hérna sko, ekki veðurfax og navtexi hérna líka. Og allt þetta er háð allskyns reglugerðum og dótari og stimplum og pappirum. Hvað var ekki að þetta? Það klikkaði aðeins navigationsjónin, það var ekki sólgos, en sólin truflaði stýrimannin. Hún var eitthvað lágt á lofti. Þeir lögðu veg út og nú hvað það er strandgæð. Og þeir klikkuði eitthvað í. Ég setti þetta nú bara inn að ganni minnu sko, þetta var alveg meira áttamál. Vitið hvað er þetta? Þetta er á Seyðisfirði. Og hérna, skipstjórinn gaf fyrir skipunum að sigla einhver ákveðna gráð út fjörðinn og Konni bátsmaður hann var eitthvað mótið því og svo endaði þetta svona og þá fundur út að helviti sólin hefði truflað og svona svakalega, þeir hefði ekki séð almennilega til. En það er bara skipstjórinn sem er ábyrgur fyrir þessu og hann bara sagði þeim að stýra vitlaust. Og þá komum við á sólgosunum. Og hérna, vitna hérna í grein sem Andri skrifaði og líka hann Óskar og svo í nýjasta blaðinu er feikna mikið góð grein eftir Kristján, T3KB. Og ég átti nú þessa bók hérna, að menn vilja kynna sér allt í kringum radio, sólgos og norðurljós, og þá er þetta bókin. Og setti ég þetta nú á svona að ganni mínu, þetta er nú eitthvað svona held ég bara gervigreinda mynd. En 89 þá skellur á einhver sólstormur sem hafi þá þau áhrif að það datt út rafmagn víða í Kanada, sérstaklega Quebec og einhverstað þar sko, í einhverja, með 9 klukkutíma eða eitthvað svoleiðis. Það hafði þessi svakalega áhrif á tengivirkjun og spennuvirkjun í hérna afstöðunum og víða. Og það var bara alveg meira átt að mál. Ég hef kannski séð fyrir jólin, það var einhver stúlka sem var að skrifa einhverja skáldsögu svona blackout. Sólgos hefði áhrif hérna á landið og verið allt blackout og þær mæðgurnar voru eitthvað að bjarga sér. Ég man bara ekki hvað bókin heitir. En þetta hefur skeð og ekki bara í þetta skipti, þetta hefur skeð áður líka sko. En ég held ekki svona mikið seinna.
Þetta þekki ég nú eflaust af hérna frá Nóa og hérna er þetta nú, sko, hérna er Barentshafið einhver staðar og það þarf í raun og veru voða lítið til þess að verði mjög slæmt þarna norður frá. Mjög slæmt ástand í fjarskiptum, sko. En það hefur breyst svakalega eftir að öll þessi gervitungl kom með þetta Starlink og sem eru bara út allan heim í geiminn alls staðar. Nú, þarna er svo gamli sigli sem að ég var á þessu skipi í einhver 18 ár. Og hérna var heljarmikil loftskeytastöð, sendinni var 1,5 kilowatt frá VTT. Það var langur vír hérna á milli radamastis og hérna með vír hérna niður. Síðan voru stangir hérna sitt hverju megin, það var stöng hérna, móttökustöng. Hún var í upphæðu svona vertikal með svona radíólum svona út, eða kannski séð þetta á myndum, svona gömlu skipum, sko. En þetta var eingöngu móttökulóttnið sem var hérna, sendilóttið hérna á milli og sendilóttið hérna. Gervihnattakúlan og alls konar drasl. En ég hafði einmitt gaman að því, ég var að lesa hérna bókina eftir Thor Whitehead, Stríð fyrir ströndum. Þá fengu Hermann Jónasson og Agnar Kofod Hansen, 2 starfsmenn Póst og Síma til þess að smíða sendistöðvar og félagar einhverstar út í hraunu og þeir áttu að senda neyðarkall til Englands ef að Þjóðverjarnir létu sjá sig í Reykjavík. Og það var einmitt kallmerki sem að þeir höfðu var TF Finnur Anna og það var sama kallmerkið og hérna borið í sigli, sko. Það var aldrei sérstakt. En þetta er merkileg lesning þessi þegar þeir voru að elta Þjóðverjana, það er kannski munið eftir þessum fræga Benz fjarskiptabíl sem þeir fóru með eitthvað upp á heiði og voru að senda einhver skeyti. Og þeir voru eltast við á í sendiráðinu, slökk á rafmagninu, þá hættu sendingarnar og eitthvað svona í kringum þetta, sko. Og þeir töldu að Póst og Símamálastjóri var eitthvað hallur undir Þjóðverjana, sko. Og þess vegna fenguður þessa 2 menn sem að ég hef bara ekki grafið upp, man ekki hverju það voru. En þeir smíðu sem stöðvar og voru tilbúnir með þar og földu þetta einhver staðar. Þeir smíðu líka miðunarstöð, þessi alltaf hans. Já. Og önnur þessar stöða, það var gemt á nýlendugöðinni. Já, ég þekki það ekki, en þetta bara kemur fram í bókinu, ég bara éta þetta þar upp, sko. Og það er eins meðan sigli gamla, sko, þetta er eina myndin sem ég á úr honum. Þetta er nú bara tekið niður í Kanada. Við vorum að skoða apparatið og hérna, undarlegt með virðast. Gamli yfirstjórinn hafði tekið hérna einn móttakarinn og farið með hann inn í klefa til sín. Og ég reyndi að fá með hann aftur tilbaka, mér fannst gatið svo ljótt. Og hérna til dæmis, maður lyfti bara upp borðinu og þá kom rafmagnsritilinn upp. 500 kílóar eða hérna neyðasendirinn, já stóri sendirinn hérna, fyrir millibylgju og stuttbylgjuna, skammt í móttakari. Svo var þetta hérna Siemens og allt merkt hérna Debek, sko. Og það var alls konar skiptinga, það voru hátalarar upp í brú og niður í messum og gat sendt verið með sitkvora rásina og sendt útvarpi niður og út allt skip og hingað og þangað. Það var svakalega vel útbúið. Radioteleg sem var hérna megin, það var reyndar aldrei notað. Sendirinn var 3 fasa, 1,5 kilowatt. Og ég held að Eyþór í íhlutum sé ennþá að brosa, ég bað hann að panta fyrir mig lampa í hana og þeir kostu svakana pening. Hann glottir enn við tönn þegar að útgerðarmaður bara borgað það var ekkert vandamál. Hver áttu þetta, var Robby? Nei, Siglfirðingur. Svo er þetta nú bara upptalning hérna á, já, það var segulband Grundig. Ég sé það bara í tækjalýsingunni sem ég á, búnaðarlýsingunni, en það var farið þegar við fengum hann, sko.
Svo það var þetta kveiki á því, sko, það kveiknaði sjálfkrafa, kom neyðarmerki hérna á 500 eða 21.82, sko. Og út á svo sjónvarpstenglar í öllum vistaverunum, hátalar í messónum, langi vírinn. Og ég held að þetta sé svona sirka lengdin á honum og 12 metrar niður í úttækið upp úr loftektaklefanum og hann var tengdur inn sirka 5 metra. Þannig að vírinn kom svona og svo var spottið niður í klefa svona. Og ég veit eiginlega ekki hvað þetta er, hvort þetta er Marconi eða veit eiginlega ekki bara hvað þetta loftnet heitir, Windom eða eitthvað svoleiðis. Þetta svínvirkaði, ég margpröfaði að skipta á milli yfir á stangirnar og svona og það virkuð ekki nándanaris vel eins og vírinn, sko. Síðan hérna þegar að GMDDS bylgjan reið yfir og þá átt að fjarlægja allan annan búnað úr skipinu. En hérna ég læsti bara loftskeytaklefanum og þessi radioeftirlitskalla sem voru eitthvað að væflast þarna um borða, þeir fengu aldrei að fara þar inn. Þannig að hérna tækin voru öll til staðar sem betur fyrir. Og þarna erum við komnir upp í Barentshaf, það sem að köllu Smugan og svo seinna eftir það, sko. Flestir þessi togara sem voru hérna norður frá, þeir voru svo rosalega illa búnir. Þeir voru með seilorbúnað, 200 að senda og stanga á loftnet og kallarnir kunnu í raun og veru ekkert á þetta, sko. Þannig að þegar að mesti atgangur var þarna norður frá, þá voru þeir að koma til okkar bæði að fá að hringja í gervihnettasímann og það kostaði nú einhver 3.000 kall mínútur eða eitthvað úr honum á þeim tíma. Og skrítið þegar segja eitthvað það, þegar vorum að norður frá, þá var tiltið á parabólunum að 3 gráður mínus. Því að hérna gervihnettarnir fyrir þetta á þeim tíma voru allir yfir miðbaug. Svo aftur þau voru komnir inn á hryggina, þá voru þetta eitthvað 7 eða 10 gráður eða eitthvað, sko, í plús. Það breytti svona rosalega hérna. Og þetta er í að 4 hérna norður frá. Þetta var ekkert, sko, innan þjónustu, sko. Þetta var utan þjónustusvæðis. Í raun og veru, sko. En þarna afgreiddi ég alveg óhemja samtölum þegar voru að koma að kallarnir að fá að hringja, sko. Og fyrir okkur að geta fengið samband hérna við Vardu og láta þá hringja heim. Og þetta var svona eitthvað stríð þarna og þeir svöruðu seint og illa og erfitt eiga við á. Síðan notaði ég mikið Siglufjarðarradio á miðbylgjunni og svo Reykjavíkur radio. En svo komst ég upp á lag með að nota sévinninginni í Hollandi. Og það var kannski búin að kalla Reykjavík 10 mínútur korter. Svöruðu ekki og þá var flott samband inn á sévinningun. Og ekki nóg með það að það var miklu ódýrara. Því að þetta var allt saman meira og meira svona kollett, menn letu skrifa þetta númeri heimi á sér. Það var mörgum sinnum ódýrara að hringja gegnum sévinningin og heim. Heldur nokkuð tíman í Reykjavíkur radio og innanlands. Þeir rökkuðu sko einhverja 3 mínútur í upphafi og eitthvað og alveg sko rándýrt. Og ég tala ekki um mikið grænlendingarna sem voru hjá okkur. Því að þá þurftu sko strandstöðin að fara fyrst í Danmörkur og þaðan til Grænlands og það kostaði alveg ofsalega peninga. En hérna í gegnum sévinningin, ekkert vandamál. Og kostnaðurinn var bara brot hérna á sévinningin á móti því sem að var í Reykjavík. Hvað ár var þetta? 94, 5 og 6. Þannig að þú varst vélstjóri en hefur Já. starfað sem loftskeytamaður í raun og veru. Já, ég tók þetta að mér. Það var enga að kenna. Og áttu grænlendingarnir hringt í gegnum Söðuningen og þaðan til Grænlands. Já. Við komum það. Já, þeir sévinningin radio afgreiddi bara eins og Reykjavík, bara inn á símann. Já. Gáðu bara samtal og það var svo miklu ódýrara, sko. Þetta verðin hérna á Reykjavíkur radio til Grænlands, þetta var bara sko glæpamennska, sko, var ekkert annað.
Það var alveg rosalegt sko. Var það svona skiptitál bara sem var góð frá? Í skipið? Áðum. Nei, bara dúblex sko. Átúmblis? Já, allt saman. Allt saman dúblex sko. Svo náttúrulega seinna, mér minnir ég hafi verið síðast þarna norður frá 2015, eitthvað svoleiðis. Þá eru komnir sko gerfinettir hérna allt og hringdi bara klefana hjá þið bara heim og kostaði ekki neitt og marga sjónvarpsrásir og það alveg gjör breytti öllu þessu sko samskiptaháttum borðið í skipið sko. Það var einn heilagur tími í brúnni á mótnala hjá skipstjóranum. Þorsteinn Már hringdi alltaf klukkan 9 eða síðastalegi 5:05 til þess að fá fréttir að hverjum einasta degi alla daga vikunar, allan ásins hring. Hann hringdi öll skipin, hann vissi nákvæmlega hvað voru að veiða og hann meit allt, þó að væru send skeyti alltaf reglulegum afla og tegundir og pakningar og allt saman sko. Setti þetta hérna ganni sko, hérna eru skipin og gerfinettirnir, Irmarsatið og hvað þetta heitir allt saman, einhverja fullt af græðin sem að hérna þegar að koma svona norðurljós og sólgós og kórónugós og allir þessi pakki, að þá bara allt lokað til himinn sko. Menn eru ekkert að nota HF-ið, nánast ekki, en nota bara ekki neitt sko. Og það verður allt blackout, sjónvarp og sími og allur pakkin sko. Þetta skeiði þarna norður frá. Hann sagði við mig nossari sem var að þjónusta þetta allt saman, hann sagði þetta má ekki spyrjast út að það gæti valdið svo svakalegu paniki allstaðar. Að við skrifum þetta bara á bilun í búnaði eða eitthvað slíkt í strandstöðunum eða eitthvað sko. Við megum ekki láta fréttast út að norðurljósinu og sólgósinu hafi þessi áhrif á tæknina. Og þetta, mér minnir þetta hafi verið á annað sólarhring sko. Og það var einhver helvítis fótboltaleikur í gangi og Ronaldo var að skora einhver mörk og þeir voru alveg brjálaðir strákarnir. Það nötrar allt og skálmar. Þannig að þau hafa áhrif og það verður allt saman blackout. Alveg. Allt saman. Hann hann og blessaður. Þannig að sjáum við kannski betur þessar gömlu stangir hérna á milli og svo var ein hér og svo langi í výrin sem kom hérna á milli. Og þetta lensidælan frá vinnsludekkinu. Það var gott skip. Af hörkuskip, já. Það var vel MK. Kom þessi gæslan til okkar, 8 sem einu sinni og þá var ekki þessi buna út og þeir komu hérna stjórnbólsmegin. Lögluðu tuðurinn hérna upp. Gummi, vinur minn Vald, hann bátsmaður gæslinu og sendi mér þessa mynd. Hann var mitt á tuðurinn þegar þeir komu. Þetta var 20 tómmu dæla. Þegar þeir voru búin að leggja hérna undir og þeir voru að fara upp, þá voru hurðir hérna fyrir aftan. Þá skaut hún út og tuðurinn fór alveg gjössal og kafi í lifur og alls konar djöfust drullum að. Árið eftir þá komu þeir aftur borð og nú komum við bakbótsmegin, betra að vera þar. Það var engin bun og ekki neitt og svo bara einhver strákur sendur og opnaði hurðina og það skeiði nákvæmlega sama en hann náði bara rétt mótorunum, ekki köllunum. Það kom þessi svaka bun líka. Það fara ganni hérna aðeins í Rússana gamlu, þessi austurblokkarskip. Þetta svona típikal rússi sem var á Reykjaneshryggnum. Því að þau kannski sé svona gamla skratta í Hafnarfirði sko. Þegar við fengum til okkar um borði í sigli slatta af rússum eða reyndar voru allt saman eistar. Voru reyndar sko landlausir, þeir voru rússar en svo þegar þeir fengu, Jón Baldur var búinn að frelsa þá þá voru þeir áfram rússar og voru ekki einu sinni með vegabréf sko. Voru bara landlausir sko. Ég komst að einu sinni ég var að bauka við eitthvað spennubreytir eða eitthvað. Nú kom hann að baterkall og ætlaði að fá einhver verkværi og hann lifnaði alveg yfir hann þegar hann sá einhverja prentplötu og svona hvað má ég skoða?
þá komst ég að því að hann var rafmagnsverkfræðingur. Og tógar. Hann var bara baterkallið okkur sko. Og þeir voru yfirleitt hámenntaði loftskeytamennirnir á Rússunum, öllum þessu gömlu sovjetskipum sko. Einn borði í minni skipunum, allt upp í 4 á stærri skipunum. Öll þessi skip, þessi 1000 skipa sem smíðu, öll smíðu með hernað fyrir huga. Öll vatnssetu, skilrúmin, vélarúmin, allt skiptu upp, dælurými, frystirými og allt saman skiptu upp. Það voru sprengjarnageymslur í þeim öllum, það var bara ein lestin sko. Og mismunandi mikið af loftskeytatækjum. En sem segir sko, þeir voru líka menntaðir í fiskileitatækjum, röturum og allt saman. Þetta voru ótrúlegi kallar sko. Það voru 2 borð svona hjá okkur og við reyndar lánaðum annan yfir til Samherja einhverstar suður í höfum. Það má nú segja. Þessi var í Hafnarfirði. Þeir smíðu einhver óhemja af þessu skipum. Þeir smíðu Austurþýskalandi. Lágu ekki þessi í mörg Þeir eru flestir smíðaðir í Austur-Þýskalandi. Og sumir þeirra voru svakalega vel búnir í fjarskiptatækjum og ekkert borð fyrir fiskveiðar. Það voru kannski svona 20-30 skip í grúppu, mismunandi stór, og þeir voru yfirleitt alltaf með eitthvað flotastjóra. Hann stjórnaði raun og veru hvar þeir voru að veiða og þessi skip leituðu líka, sem kölluðu þetta úlfahjarðir eins og kölluðu kapátana hjá Þjóðverjunum í stríðinu sko. Og Voru þá í raun og veru bara njósnaskip? Já, þetta var ekkert annað sko. Ég man þegar ég reyndi nokkur sinnum að fá að kíkja. Við vorum svolítið að þvæla svona á milli skipa og ég átti í góðu samskipti við, það lánaði varahluti á stóru skipunum og svona. Ég man þegar einn kom og gaf mér lampa og til þess að smíða magnara, kilowatt, svaka flotta lampa, sökkulinn og allt saman og svo kom hann með teikningar og rissaði upp á 10 mínútur fyrir mig. Þeir voru varahluti lausir mikið sko. Og þetta svona bara það sem ég hef frá þessu köllum og en maður fekk aldrei að kíkja borði í klefana, ekki á þessum skipum sem voru greinilega bara fullir af einhverjum helvíts njósna græjum sko. Þennan kannistu við úr fréttunum. Þeir smíðu 200-300 eða hvað svona Monson típu rússarnir sko, eða Austur-Þjóðverjarnir. Við var þennan núna. Samherja á þetta. Það var hellingur af þeim út á Reykjanesvík, alveg hellingur. Og þegar við komum á sigli svo niður til Suður-Afríku, þá voru 5 við bryggju í Cape Town og þeir voru búin að vera þær í nokkur ár sko. Og með hellinga mannskap og sjómanna missjónin niður frá var að gefa þeim að éta sko. Og þeir eiginlega vissi ekki hvað er átt að gera sko. Bara þegar múrin féll, þá urðu bara skipa grúppur eftir hinga og hanga út allan heim sko. Eins og þarna nefnir, þeir voru að veiða út allt, þeir voru að veiða uppi til dæmis fyrir utan Sómalí og þar á hryggjum, þar voru einhver 100 skip sko. Bara landa út í sjó í flutningaskipinu eins og þessi að gera með Rússabelgina sko. Og þegar eins og Vítunas sem var systurskip niður á Reykjanesvík, það voru 4 loftskeytamenn þar borð. Alltaf einn uppi, annar hafði svo skyldu og læknirinn einn, þeir þurftu að fara aftur í mjölversmið og sauma fyrir fiskimjölpoka. Það slasaðist hjá okkur strákur eins og hann var sendur yfir í Vítunas. Þá þurfti læknirinn ekki að fara og sauma fyrir mjölpoka því hann var með sjúkling. Eða hann fekk flís í auga og hann vildi hafa hann eins lengi eins og mögulegt var. Hann var í 3 sólarhringa þarna hinum megin. Stór flís. En það var, þarna voru einhverju 100.000 sjómanna borði í þessu skipum og þeir töluðu alltaf það að sovéski fiskveiðiflotinn væri bara geymsla fyrir fólk. Það voru 17 vélstjórar á þessu skipi. Það var allt vel að liði náttúrulega.
Og síðan hérna frystivélstjórar og svo voru rafvirkjar 2 og svo voru suðukallar og rennismiðir og allur pakkinn sko. Rafvélavirkjar. En það voru 17 hérna í vélarúminu. Einn sá aðalvélina og annar sá dælur og einn ketilinn og 2 ljósavélarnar og svona koll að kolli sko. En það áttu til að brenna þessi skip. Ekki mér veitilega þessi típa. Einn brann í Færeyjum. En það var eins og engan sem kom hérna sem að Samherji keypti þessu. Þeir eru spænsk-smíðaðir og hérna það brann einn líka niður við Suður-Ameríku. Það voru strákar hjá okkur borð í sigli sem að fóru þangað og komu svo tilbaka eftir hérna brunann. Það var bara svo lélegt quality í rafkerfinu og það kveiknaði bara í tenglum og dósum og allt mögulegt sko. En ég man ekki eftir að þessi típa hafi brunnið. Það er einangurinn líka í símunum. Það er ekki góð. Það eru stóra vélar í svona skipum. Það er ekki nema 4.000. 4.000? Já. Svo í öllum skipum er þetta að keyra ljósaflar inn og skrúfur líka sko. Já. Eins og var ég okkur á sigli sko að hún var 3.000 hestafla aðalvélin, nei 3.500 segi, og 2.900 hestafla ljósavélar og það var að keyra það allt saman inn og skrúfu líka sko. Hann var smíðað fyrir pikkinpakki í Hamborg til þess að veiða á Nýfundnalandssmiðum og þá vildur hafa auka gangræða og það var að keyra sko 16 mílur með ljósavélunum en 14 sko sem sagt án þeirra sko. Þjóðverjarnir vildu vera fljótir í förum. Þarna sjáu þið munin á þessu gömlu rússnesku togurum og þessi er bara síðan fyrir þessi 2 ára sko. Þetta er íslensk hönnun. Og það er allir túl Alfred Túlín sem hefur verið svolítið í fréttum undanfari með þetta vélfag sem að hannaði þennan og allt saman fyrir vin sinn þarna frændans Pútins, ég man ekki hvað hann heitir þarna, sem að eru að tala um að sé, já, í skuggaflótanum. En þið sjáu að þetta er svaka mikið skip sko, alveg feiknum skip. Er þetta þá orðið fiskveiðiskip en ekki njósnaskip? Hvað er í húnum? Þetta eru bara parabólu fyrir satellæti eða gerfinettina og allan pakkan sko. Þeir meira sér hafa sett radarinn hann upp eins og í Samherjaskipunum fyrir norðan. Þeir eru með svona stóra kúlur sko. Og það er nú amatör sem hefur stjórnað öllu tæknimálu á Samherja í mörg ár einmitt í þessu sko. Og hérna, þetta er náttúrulega svakalega munur að hafa þetta svona inni lokað eins og skannerana. Þú þarft ekki ísbræðslu eða neitt á og þeir ganga hana bara inni alveg upphituð og fínu rýmið sko. Og gerðum þetta dæmin og allt saman bara inn í þessari stóru kúlu sko. Hvaða amatör er þetta? Hann er búinn að vera í mörg ár Akureyri, man ekki augnablikinu hvað hann heitir. Tóti, Norræn. Man það ekki alveg hvað hann heitir. Ekki Kristinn? Ég skal segja þér einhvern tímann, því ég er búinn að fletta honum upp. Já, þarna komum við að þetta amatöramennskunni minni hérna borðið í þessu skipi. Maritime Mobile. Ég var enda með stöðva með mér hérna, ég var endaði hjá Samherja í útlendingahersveitinni norður í Barentshafi og við Grænlandi, en ég tel það nú ekki með. Hérna sjáum við gerfinetta kúlan sem kom þegar skeytastrákurinn var settur í land. Og loftnetið sem ég var með, það var hérna úr formastrinu og lá hérna aftur eftir og hingaði náttúrulega ekki alla þessa leið. Þetta hentaði mjög vel að vera með svona offset effect dipól því að íbúðunar hér og þá gat ég bara verið með kóax hérna bara beint upp og balum 4x1. Og það hentaði mjög vel að vera með hann í fullri eða hálfbylgju fyrir 80 metrana. Þessi mynd er enda tekin í búsan í Kóreu þegar við skiluðum honum á okkur til rússana sem að keypta hann og fórum með hann niður á Kamsjaka. Þetta er þetta offset-effect loftnet og þetta alveg svínvirkaði svona. Og síðustu ári var ég með Flex 3000 með innbyggðum tjúner. Ég byrjaði með ICOM 706
keypti svo að gömlu Þjóðverja í Cape Town alveg samstæðuna þarna FT 747 GX stöðina, tjúnerinn og spennugjáðan. Og þetta var alveg svínvirkað. Ég hef reyndað að nota þetta heima líka á ferðalögum á kampernum inn á land og hingað og þangað sko. Sömu svona svipað uppsetningu sko. Og þá er þetta alltaf sem vaff og kolvi sko. Það virkar bara fínt þannig líka sko. Það þarf ekki að vera svona lárétt. En er ekki 706 bara 10 vött? Ha? Nei, þetta var 705 sko. Já. Ég var aldrei með neitt magnara með mér en eitt, ég notaði hana bara 100 vöttunum sko. Og ég var að reyna að setja hérna upp sko, sem sagt, hvar við vorum. Þið sjáu að þetta er alveg gríðarlegt hafsvæði sko. Þetta er vikusigling hérna frá Cape Town eða frá Durban, hálfu mánuður hérna niður á Hörðeyjar sko. Og heil langt hérna austur eftir og svo ennþá lengra hérna þetta Kaos Kýlingeyjar eða eitthvað sko. Þannig að þetta er ægilegt hafsvæði sko. Og þessi strik hérna, þetta eru bara 80 metra sambönd sko. Allt saman. Já, nánast allt saman. Og ég geti skoðað eftir, ég setti hérna upp svona spottalistaverk. Og hérna er þetta svona nokkurn veginn. Fjallaðinn, við vorum ekki alltaf á sama stað, þannig ég tók þetta svona bara nokkurn veginn. Heimir í Hveragerði og Guðmundur var hann í fjöru hérna einhvers staðar út á Álftanesi einhvers staðar. Þetta er allt 80 metra sambönd. Einn í Færeyjum, einn í hérna Tennessee. Svo hérna hellingur Evrópustöðum, alveg glomma sko. Ástralía, mismunandi langt, þetta er hvort það var hérna við Perth eða hinum megin við Sydney, Melbourne. Amir Basak í Ísrael, ég talaði hann við hann svona bara 2-3 viku sko. Af 80, það var líka 17 og 20. Og Durban. Þeir voru svolítið sérstakið það, þeir voru með tilraun útsendingar á útvarpi. Senda á hverju kvöldi og hérna, þeir voru held ég bara að senda tónlist inn í landið en þeir gátu farið eitthvað í kringum eitthvað reglur með þetta sko, svo voru þeir að kjafta sín á milli sko. Namibía og Zimbabwe, Mósambík. Þetta voru kallar sem ég talaði mikið við en þeir gáfu aldrei upp sko kallmerkin. En þessi kall hérna í Maputo, hann var frá Durban sko. Ég man ekki alveg, já nú kallmerkin hans heima sko. Argentína, Brasilia, þið sjáu að þetta eru alveg feikna vegalengdir á 80 metrum með 100 vött. Okkur gáðu þeir ekki upp kallmerki? Út af einhverju pólitísku ástandi í þessum löndum og voru eitthvað að fela sig að hlaupa á milli eða eitthvað sko, eitthvað að sjóræningjast frá yfirvöldunum. En þið sjáu bara sko náttúrulega take-offið flott sko, en þetta eru svakalega vegalengdir á 100 vött dipól á 80 metrum. Og náttúrulega með ólíkindum að ég skildi yfirleitt hafa heyrt í þeim hérna tveimur sko. Allt á SSB, allt Hvað saman. sendu þeir út miklu orku strákarnir þarna? Ha, Í Hveragerði, hvað senda það? Heimir er bara með einhver dipól og Gummi var með vertikal. Var það þeir á Bryggju? Já, hvað heitir það, Hliðsnes. Já, Hann færum starfann í fjöru með vertikal og einhverja radíala út í loftið sko. það er 80 metra vertikal var það ekki. Jú, á kerru þarna með að ristu upp sko. Síðan hérna við 20 metrana, Heimir líka og Jón undir Eyjafjöllunum og Ársæll og líka upp í Skorradal. Ingi hérna og Ari bíl upp í Efrabergholti á 20 metrum niður til hérna, niður í Indlandshafið. Sem er náttúrulega helvíti magnað sko. Halldór heitinn, Jakob
Við sjá að þeir eru eitthvað búin að skipta kallmerki hérna. Jón Gunnar, Smári og svo Þorvaldur. Það var alltaf voða auðvelt fyrir Þorvald með alla rombunar. En ég á hann ekki 80. Hvergi. Síðan var hann hérna Seymour gamli í Kaliforníu. Hann reyndi að dáin kalli, hann var læknir. Og ég talaði við hann í mörg ár og 20 metrum bara stundum að hverju kvöldi og 2-3 í viku og hérna hann sagði mér allt það hvernig hérna túmataplöttundar aðeins væri að vaksa og svo kom snjór og þá dóa þeir og allur pakkinn. Hann var rosalega með flotta græjur. Ég setti hann nú bara hérna inn með þessu að því að ég talaði svo svakalega oft við hann og mikið sko. Og svo á ég einhver 100 eða 1000 kúusóa hérna á þessum böndum öllum. Og svo var eitt sem var svolítið skemmtilegt. Þessi Suður Afríku amatúrar nokkrir, að þeir voru sunnudagsmótnum að tala upp við Ísraela. Alltaf á hverjum sunnudegi klukkan 10 eða 9 eða 10 eða eitthvað svoleiðis áður en að þeir fóru til bæna þessi kallar. Þessir voru á þeim aldri að foreldrar þeirra voru í þýska hernum. Og tveir sem ég kynntist þarna niður frá að þau stungu af og flúðu og földu sig. Og hérna gerðust bara liðhlaupar og leti ekki sjá sig fyrir að stríðinu loknum. Og kallinn sem að ég keypti Jesússtöðuna af hérna niður á, hann Hermann, hann skorlaði svona svolítið. Að hérna, hann fór hérna bara krakki með foreldrum sínum og þau fóru bara eitthvað inn í hérna land og voru þar bara. Hann var svo lofskeitamaður í hérna suðurafríska hernum eftir það. Mér fannst þetta svolítið skondi að þessir kallar skildu vera með skett allt á sunnudögum við gyðingana hérna auðfrá. Og þeir töluðu alveg sko barnæskuna og hvernig þetta hefði verið í stríðinu og ástandið hjá gyðingana þeir voru að flýja og komast þarna niður og þessir með foreldrum sínum að flýja eitthvað djöfulinn í skóg og hinga og hanga út allt. Og meðal annars eitt hann í Cape Town að foreldrar hans bjuggu einhvers í félum í hérna Maputo. En þjóðurinni virtust ekkit leita á neitt uppi þessi sem að stungu af hérna niður frá sko. Einhver hluta vegna. Voru suðurafrísk stjórnvöld höll undir nasistana? Nei, Þeir voru búar náttúrulega. Ég bara veit það ekki. þeir voru í samveldi. En okkur voru þeir þá í hættu þarna í Suður-Afríku? Það er bara þjóðverðinir voru þarna niður allt út allt með njósnara og allt saman sko. Svo þeir voru með nýlænd Og hérna í Namibíu eins og þarna það er uppfrá sko og það er nú bara myndir af foringjanum upp á vegg sko. Á einu barnum og þú kemur hérna þá komaði kallinn og stappa niður hælum og heilsa honum og svo fara þeir á barinn sko. Þarna niður í Volvisbey sko, það er mjög sérstætt sko. Og það er stór mynd af honum upp á vegg sko. En þarna rædduðu bara saman og svona í klukktíma og svo bara næsta sunnudag og koll á kolli sko, árum saman. Já, ok. Síðan hérna fylgdist ég svolítið með að ganni, það var mikið af skútusiglingum frá hérna Góðrávonahöfða og niður til Ástralíu. Og þeir eru með svona einhverja strandstöðar hérna niður í amatúrar, niður í Suður-Afríku og að fylgjast með þeim. Og ég kjaftaði átt við þetta lið sem var bara svona ganni mínu, fylgdi þeim þarna niður úr. Við erum allir með amatúrastöðar sko. Og ég er búin að segja ykkur frá hérna þessum tilraunasendingum. Ég veit eiginlega ekki hvað þetta átt að fyrirstilla hjá þeim, en ég heldur hafi bara verið að spila músík fyrir liðið þarna bara einhvers staðar inn í skógunum og fátæku þorpunum þarna niður í Suður-Afríku sko. Þetta var veiðin, búrfiskur.
Þetta eru 100 tonn cirka, Hvað er sko þetta sér? búri. Hann var hausaður og heilfristur. Svo var hann fluttur til Kína. Það var gott verð. Já. Fluttur til Kína og unnið þar í steikur og sendur með flugi á veitingahúsin í Ameríku. Búrin er bragðlaus og þú getur gert hvað sem er. Þú getur sett bara þorskakrydd eða lúðukrydd eða eitthvað krydd á hann sko. Hann er rosalega þéttur og hann hentar svakalega vel í svona veitingahúsa, Koncept. svona luxusveitingahús. Og Danirnir Polar Seafood sem áttu orðið skipið þarna, að þeir áttu eigin verksmiðjur í Kína og eru ennþá með verksmiðjur í Kína. þar sem að þeir vinna fisk og senda svo bara aftur upp til Evrópu út allan heim. Og þetta er síðasta myndin sem ég á hana síðan 23. Ég held að það sé búið að skipta nafn á honum einu sinni enn sko. En hann er ennþá í drift. Og Rússandir sem að keyptu hann fyrir að Kamsjaka, þeir byrjuðu á því að hækka radarmastrið. Þeir var að veiða ufsa, alaska ufsa og oft inn í amerísku lögsöguna og þeir hafa radarið til að geta fylgst með hvað var að skeið í kringum þá. Þá komum við að hérna svona þessu síðasta sko. Endurkast, þeir bylgja hringinn, draugabylgjur eða þetta long delay echo. Það er þetta að lesa alveg helling þetta á netinu. Og þið hafa kannski heyrt það að ég viti að sko, stundum heyrir maður eftir augnablik í sjálfum sér. Og ég hef reynda að heyrta heimann á bara á mórsveita á svona vertikal sko. Það er rosalega skrítið, ég held að einhverju var ekki að grína mér. En þá fer bara bylgjan út og kemur svo bara tilbaka aftur og lendir í einhverjum svona plasma hérna sápukúlum. En ég hef líka heyrt niður í Suður-Afríku eða hérna niður í Indlandshafinu sko, þá heyrir maður að bylgjan er að fara hringinn. Því að það er alltaf svona, það kemur svona áróru hérna, veitir hvernig þetta áróru hérna mótunum, breytist mótunum sko. En þegar að bylgja lendir í þessum hérna sápukúlum, að þá kemur hún eiginlega bara óbrenglu tilbaka eftir kannski halva sekúndu eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er í segulsviðinu við miðbaug og það er hringsóla í kringum jörðina til út í 500 km hæð. Og þetta er mjög sérstakt að hérna heyra bara allt í einu í sjálfum sér nánast bara alveg hérna ómenga talið kemur tilbaka eftir smá stund. Það bara skipast út og svo kemur aftur tilbaka. Það er mjög sérstakt. En þegar maður fer að lesa eitthvað þetta, Ágúst og hann sendi mér nokkra YouTube-linki sko. En þetta er eiginlega fyrir utan mitt svið, öll þessi fræði í kringum þetta. Og þetta er nú bara, þekki þetta allt saman, hvernig skipið fer og hvernig það er út í hvolfin og tilbaka. Og svo eru þessar sápukúlur eða þetta er svona einhver tilgátt og mynd. En þeir þykjast verið búin að finna þetta út. Hefa tekið myndir og fundið þetta út með einhverju gerfinöttum. Sjáu hvernig bylgjan er að fara hérna, skoppar hérna, inn í þessa hvelfi, þessa lokuð hérna svæði sko. Og kemur svo hérna niður aftur eitthvað sko, skipar svo hérna tilbaka sko. Segir sko, þeir kalla þetta sko hérna miðbaugs plasmabúblur á mismunandi eftir árstíðum eftir hvar maður er á nettinu sko, þetta er mest niður frá suðurhvelinu en þetta hefur líka verið hérna norður frá í einhverjum tilfellum sko. Og þetta er það sem að hérna Gústi var að senda mér og svo fann ég nú þetta sjálfur, einn og sér meira síðan. Þetta er nú einhver mynd sem einhver hefur búið til. Ég fann þetta inn á amerísku geimferðastofnuninni. Þá eru þetta svona einhver plasmaský hérna eða bólur sem er á ferðinni við miðbaug.
og bylgjurnar eru bara að fara hérna í og koma svo bara aftur tilbaka eftir ákveðin tíma, ýmist stuttan eða langan, og ég segi það er nánast engin breyting á mótunni. Þetta er bara jafn sterkt eins og það fer frá manni, sko. Það er ferlega skrítið. Ég hef kannski séð þessa, ég setti þetta inn hérna svona ganni. Þetta er vitamikil hasarmynd. Dennis Quaid, þarna finnur hann gamla hitkit og ég held að þetta sé miðað við ég googlaði bæklingin frá 1969 sem að þetta átti að hafa skeið tækin SB101. En það er verulega gaman að skoða svona gamla bæklinga frá hitkit. Þeir framleitu orgel og sjónvarp og útvarp og alls konar mælitæki og amatörstöðvar og allt milli himins og jarðar. Það er alveg ótrúlega. Og þarna lifnar allt innu tækið upp eftir 30 ár og hérna og þá er spurningi hvort að bylgjan hafi verið bara að væflast þarna í sabukúlunni 30 ár og komið svo bara tilbaka aftur að. Og hvers vegna ekki? Hérna fer hún út, lendir í plasmablöðrunni, getur verið þar einhvern tíma og svo kemur hún bara aftur þegar hún er leið að vera þarna. Og ég hef svo sem ekkert séð neitt það að það get ekki verið þannig. En þetta er alveg feiknaleg vísindi og mikið búið að skrifa þetta og ef þið kíkið kannski á linkana ef þetta fer inn á netið þá er þetta að hlusta og sjá heilmikið þessar plasmablöðrur. En þetta er nú bara svona það sem ég skissaði upp á ganni mínu. Og ég held að sé ekki þetta að neita því og getur enginn sagt að bylgjan geti ekki verið þarna í áratugi, árhundruðir. Þetta er í orka. Þannig nú það. Einhverju spurningar? Þú varst með lárétt pólaloftnet á skipinu. Prófaðu til að vera með lóðrétt pólar og gera það saman. Ég pröfaði vertikalan á skipinu. 9 metra komrót stangir, sko. En var þá ekki eitthvað að fæðingunni eða eitthvað slíkt? Nú skildi maður halda að það væri rosalega gott og effektíft að vera með lóðrétt loftnet út á sjó. Þegar að GMDDS búnaðar er komið borð, þá voru settu ný komrót loftnet með 9 köplum og allt saman. Já, bara þið nota víranett. Og ég fór með stöðuna mína inn í loftskeytaklefa og tengdi, pröfaði þetta margoft, bara saman. En kannski í einhverju tilfellum hefði verið betra, en þeir voru eitthvað að tala þetta Hrafnkell, Eiríks og einhverju fleiri, það var miklu betra að vera með þessi Yngvi, sko. Það er betra að vera með vertikala, en ekki í þessu tilfelli. Nýjir kaplar, ný loftnet og þetta virkaði flott á skandistöðuna, sko. Ekkert af því, en ég náði bara betri árangri með dýpólum. Og þegar ég var búinn að pröfa þetta í einhvern mánuð eða 3 mánuði eða eitthvað, þá bara notaði ég bara RG58 og upp í ballúnið og dýpólum. Eigum við ekki, þú ert búinn, er það ekki? Jú, nema að menn vilja spyrja eitthvað, mikið. Jæja, En ég ætla að sýna ykkur ganni hérna. Ég setti upp hérna, svona eins og löggurnar gera í bíómyndunum. Neldi niður hérna nagla hérna á kortið. Og hérna er listi yfir samböndin, sko. Bláu spottarnir eru veiðisvæðið. Rauðu eru hérna 80 metra samböndin og þessi bleiku. Og þegar ég setti inn á Google Earth sambandi við Seymour gamla, hann í Kaliforníu, og þá skaut hún honum hringinn, þannig að ég setti það ganni svona hérna upp. En sambandið á Tennessee, það fór bara miðað við Google Earth eða þetta allt saman, það fór bara venjulega leið, sko. Ekki hringinn, en á Kaliforníu þá vildi hann fara hina leiðina. það er nú
þess virði fyrir ykkur hér á eftir að líta eins og korti hjá honum og spjalla eins við hann frá mörg að segja. Hann geti sjálfsagt komið hér eitthvað annað kvöld og sagt frá íslenskum ævintýrum sínum. Ég skrökva því ekki, það var sama hvað ég var sterkur, alltaf var Georg heldur sterkari. Nú, Það kemur fram, alltaf. já, hann hefur það til síns ágætis ef þið horfið á hann, að hann er sko refur, er ekki svoleiðis. Þeir eru fleiri hérna sko. Hverjir eru refir hérna? Það er ákveðin klíka sko. Allir þeir bestu eru refir, en það eru fleiri góðir líka. Þakka þér fyrir erindi kvöldsins, kæra þakkir, komið og lítið á kortið að sérna. Þetta er talsið vilja sem er lagt í þetta, gaman að þessu. Og takk fyrir að segja frá ævintýrið þínum hann að suður í höfum, eða norður í smögum. Það er allt nýtt fyrir okkur hinum. Ég hef ekki endað þetta með því að klappa fyrir honum. Takk fyrir.